Nói, 2-2, þitt álit á leiknum? Fyrri hálfleikurinn var í ágætu standi hjá okkur. KR áttu ekki nema 2 skot á marki. Við vorum að heyrða vel í útspörk og annað slíkt sem kom frá markmanni þeirra, þannig að við sóttum náttúrulega megnið af hálfleiknum sóttum við bara á þær og vorum miklu betri. Seinni hálfleikurinn, ég var ekki alveg sáttur við hann, við vorum að létum þær jafna á okkur hann strax í mjög fljótlega í seinni hálfleik og vorum að létum þær búa til óþarfa pressa á okkur sem hefði í raun aldrei auðvitað að vera upp á teiningunum vegna þess að ég veit maður bara var búin að klára þetta í fyrir hálfleik. Því miður þá náum við ekkert að halda markinu okkar hreinu, þannig að við þurfum að gera minnst að 2 ef ekki 3 mörk til þess að tryggja þetta og sem betur verður við 2 í dag en ég hefði viljað sjá betur seinni hálfleik, það er alveg ljóst. Þú varst nú orðinn dálítið æstur á tímabili leiknum? Já, ég byrjaði nú að skamma línuverðin strax á 4 mínútu. Ég baði nú afsökunar á því og eftir það hélt ég nú kjafti á til restina. Fór ég nú aðeins yfir mál með dómaranum en það var nú bara svona til þess að upplýsa hana aðeins leikinn sko. Kennin aðeins hvernig þetta að gera sig sko. Núna fyrir búinn, hvernig leggst seinni í þig? Ég held að við getum verið bara nokkuð sátt við fyrirumferðina. Við erum að taka hvað erum við ekki komin í einhver 18 stig núna? Nei, hvað erum við komin? Jó, 18 stig. Þannig að ég held að það sé nú bara vel ásættanlegur árangur með að við svona við vorum að töpu náttúrulega fyrir þessum við erum búin að tapa fyrir þessum liðum sem eru fyrir ofan okkur. Þetta vitum ekki alveg hvernig Vestmannaeyjar valur fer og ég held að bestu úrslitin fyrir okkur þar séu bara jafntefli. Við svo náttúrulega flest í öllum leikjum þessara liða sem við ofan okkur eru. Ég er bara bjartsýnn, ég held að við höldum bara áfram að bæta og ná þetta og ég held að það sé bara það sem við þurfum að horfa fram á veginn og við þurfum að hirða eitthvað að stíga á móti þessum liðum sem við fyrir ofan okkur. Það er náttúrulega liggur ekkert annað fyrir ef við ætlum að nálgast þau. Takk hérlega fyrir.